So what kind of church are you guys from in Germany? Lutheran church? That would be funny to explain to you because we're all friends, but all from different churches. Oh, really? We kind of just got together to, take a trip. So, but we all love Jesus Christ. That's how we do. So what kind of churches are you from? Well, right now I'm going to, I guess you'd call it Pentecostal church. Okay. They're not the kind of Yeah. saved, let's say. There's Pentecostals with seatbelts. Yeah. Okay. Yeah, and Isabel here goes to a Baptist church. Who's that? Isabel. He's in. So she's the one who has it all down. Who's got it all figured out. She thinks that. And what kind of church do you guys go to? I go to an Adventist church. Okay. I was here yesterday also. Oh, really? Yeah, with Mark or something. Yeah. Yeah. With Eric and them?
One announcement is before we start, the translator will be here in literally about 30 seconds or so, as he's walking towards the door. But if you don't have a translation device, you can go back and get it from the purple IKEA bags. And switching over guys can take. Við skulum bara byrja saman. Kannski sérstaklega með þeim sem líka ná ekki að komast, það vil að fara að stóna fyrir í vinnunni eða veikir eða annað eins dag, þannig að við skulum bara byrja á því að byrja saman. Heilagur Faðir, við þökkum fyrir náðina í miskunn. Þökkum fyrir að við fáum að koma saman, við fáum að lofa til þér fyrir það að þú er frelsaður og þú er elskar okkur, fyrir það að minnst þess að við erum bræður og systur allan heim sem fá ekki að gera það sem við erum fá að gera okkur núna. Við erum bræður og systur allan heim sem að þurfa að þjást og hætta lifu sínu og lífi fyrir það að gera það sem við erum að gera núna með eitthvað aldrei sögðu sem sjálfsagðan hlut Faðir. Ég þakka þér fyrir náðina miskunn og trúfesti, ég þakka þér fyrir að við fáum annan dag, ég þakka þér fyrir að við fáum annan tækifæri til að lofa þitt heilaga nafn söng, annan tækifæri til að horfa til þín í öllu sem að gerast, hvort sem þessi jólastressið sem að byrja eða skóla árið að klárast eða próf eða mikið fyrir vinnunni eða hvað sem eitthvað við stoppað og þá getum við minnt okkur á að von okkar byggist ekki á því sem við erum að gera, von okkar byggist á því sem þú hefur gert fyrir okkur. Að þú hefur dáið fyrir okkur á krossinu, að þú hefur elskað okkur með því að endurleysa okkur frá okkur syndum, þú hefur gefið okkur von í vonleysi, þú hefur gefið okkur ást þegar við bjöðum hatur frá okkur. Ég bið að þú hjálpar okkur, þú byggir okkur upp, þú hjálpar okkur í okkur þau áfram til trúar, von og kærleika og við líkast þér betur að þessi tími með og blessaði þín megin þegar við syngjum þér lofgjörð og vinnum uppeflast þegar við byrjum að skoða þitt orð og hvað þitt orð hefur að segja okkur. Og því ég byrjum að varðveita og ég byrjum að leiða, ég byrjum að vera með þér í Jesú heilaga nafni. Amen. Við skulum bara standa saman og syngja. Darkness, whose love is mine, is so much stronger.
Við erum manni sem lendir þar í landinu. Ok, líka beður fyrir það nokkru veikir í dag. Nokkru sem mættu sem voru veikir, svo líka einhver sem ekki koma þegar voru veikir. Það Jóhanna og Helgi og Guðrún Sjöld veik, David heima á slakkardag, kannski ekki þetta. Líka bara þetta þeim sem voru vinna, þess að við þetta voru að fara í klinkum í desember. Beður og honum. Bara byrja fyrir þessu. Nokkra tilkynningar með það. Það ef þú vilt gefa á þessu áfengisendur þá er ekki veikinn renna í kringum fólk. Það þarna litlar krukkar okkar. Þannig að ég geti gefið eftir samkomuna hvort svo vikið og kannski sérstaklega fyrir meðlum eða þeir eru inni og þeir eru að skrá fyrir söfnum. Þá tökum við engar pening sem kemur inn frá ríkinu. Allir peningur sem kemur inn frá íslenska ríkinu fyrir annarkvæmt að styðja þá sem að geta ekki vantar hjálp fjárhagslega eða byrja að kippa í rannstæðan einum. Þannig að ef þú ekki að skráða þá erum við glöðum með mér í dag þannig að finna það út eftir samkomuna. En ef þú vilt gefa það á þarna, svo það bara samfélagsvakar á morgun, þá erum við á David og Sigurður strákanir og svo erum við komin að reyndast á miðvikudaginn, held ég ekki Jóhann, ef ég man rétt, þá erum við að segja þetta rétt á. Svo það bara, ekki núna á mánudaginn, heldur næsta mánudag fyrir þetta miðvikudag, þá erum við að fara að byrja nýju einkenni að henda yfir kirkju sem verður á skrifstofan okkar í síðan á 29. Þannig að ef þú sér fært að geta mætt á þá fyrirlestra, við erum með 4 fórspilmenn frá Bandaríkjunum sem gerir það, þá er ekki að sjá það og svo er það líka bara að það er eitthvað spurningar um hvað það sagt, hvernig trúum sem kirkja, hvað við gerum eða hvað við vorum að gera, að þá er eitthvað að koma að tala með þetta saman. Við skulum bara biðja fyrir barnarinn okkar og dæma okkur í bleikunum. Bara heilaði Faðir, við þakka fyrir það að við fáum að koma fram fyrir þig á meðan við enn og aftur mjög þess að við erum bræður og systur sem fá að gera það sem við erum að gera okkur. Við erum bræður og systur um allan heim sem er að jafnvel óttast líf sitt eða bara í hættu fyrir það að trúa því sem við trúum. Oft við minnumst þess að hvernig einasta degi er einhver sem þarf að gefa upp sitt líf fyrir það að trúa fyrir því sem við trúum og fá að gera það sem við gerum gráttinn. Við höfum aldrei sjá þessi sjálfsagðan hlut. Ég legg alla í þína hendur sem gráttinn komið í dag. Ég bið Róttir að þú verður með þeim, þú gefur styrk. Þú gefur líka sérstaklega styrk til þeirra sem eru að vinna í vinnutörnuna í nóvember og desember og geta ekki með samkomur og geta ekki upprast og þegar myrkrið kemur og auðvelda að finna fyrir því Róttir þegar þú haldir þeim bakandi, þú gefur þeim styrk og von. Þú hjálpaðu okkur þegar við komum inn Róttir í öllum mismunandi aðstæðum. Sum okkar eru að fagna góðri viku. Sem okkar eru að koma inn og við erum að þjást og það er einhverjum sérstökum aðstæðum sem við erum að díla við Róttir. Hjálpa okkur að koma og fatta það að von okkar og hamingja er ekki byggð á hvernig þessi vika fór, ekki byggð á því hvað við getum gert en hvað þú hefur gert. Róttir hjálpa okkur bara að fólk sem að endurstillir hugur okkar, sem byggir von okkar eitthvað meira en peningum og eignum eða græðiki. Hjálpa okkur að vera annars konar líður sem elskar þig fyrst og fremst. Að við séum ekki þetta fólk sem er alltaf að biðja að þú gefur okkur eitthvað. Nei, það er nóg fyrir okkur að við fáum að þekka þig. Að þú sért nóg. Róttir ég bið að þú hjálpir mér. Eins og þú veist, þá er ég stundum góðar hugmyndir, stundum mjög slæmar hugmyndir. Ég bið að þú hjálpir mér bara að tala versi sem við erum að díla við í dag. Hjálpa að predika vel, hjálpa að skilja vel og vilja leiða tungum mína Róttir. Og orð þitt með gefa líf. Og orð þitt með fara í hjarta okkar og umbreytir hjarta okkar, umbreytir líf okkar. Ég bið að þú varðir okkur og þú leiðir, þú vinnur í hjarta okkar og hug. Róttir ég þakka þér fyrir allt það sem þú gert fyrir okkur. Ég gerði saman hvað aðstæðir við erum að ná að gera. Þá vitum við að þessi heimur brotinn, hann er ekki svona á að vera hjálpa okkur að muna að saman hvað vegabréfið okkar segir. Saman hvað það segir að við séum frá Kanada eða Þýskalandi eða Bandaríkjunum. Hvað sem það segir, þá áttu okkur á því að við erum kristinn, þá er endanlegt heimil okkar ekkert þessari jörð. Að við erum ferðalangar með bakpokum okkar að leitast eftir þeim degi þar sem við fáum að hitta konum okkar og frelsa það. Ég bið að hjálpa okkur að vera annars konar lífið sem byggir ekki von sína á því sem þessi tímabundna gleði getur veitt okkur. Ég þakka þetta þitt orð. Ég bið að þér blessa þennan tíma. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Þannig að við erum að gera það sem við gerum mjög sjaldan.
Þannig að það er eitt vers sem við erum að díla við í dag. Og ef þú hugsar að það er eitthvað stutt breyting allavega, þá skal þetta ekki vera að sófa okkur. Skulum bara dempa okkur í þetta eina vers sem eru, nokkur orð. Þannig að Páll í Korinthubréfið þýðir að hann er að skrifa til Korintumanna fyrir 2000 ára. Korinth var borg í Grikklandi. Páll er að skrifa þetta svona 60 árum eftir Krist og hann skrifar í þessu fyrsta versi í 11. kapítlunum. It may be, if you have an English translation, it may be at the very end of chapter 10. So sometimes they, skulum bara lesa þetta síðasta versi í 10. kapítlunum eða fyrsta versi í 11. kapítlunum. Hér segir, verið eftirbreytendur mínir eins og ég er eftirbreytandi Krist. Þetta er eina sem Páll segir. Verið eftirbreytendur mínir eins og ég er eftirbreytandi Krist. Þannig að það var Martin Luther sem gerði hérna lúthersku kirkjuna eins og hún stendur í dag allavega, sem var þýskur guðfræðingur sem fór svona að berjast móti kaþólsku kirkjunni og hann sagði, biður kraft sem samsvarar köllun þinni, ekki köllunni sem samsvarar kröftum þinni. Þannig að hefur einhver lent í því að fá hringingu frá einhverjum einstakling sem þú hefur ekki heyrt í nokkuð lengi. Og svona, hann byrjar að spjalla við þig og er svona kærleikshal sem hann byrjar í uppruna svona, þú ert að pæla af hverju í óskunum með þess að gæða hringja, hvað vill hann, af hverju hann ekki að segja þetta sérstaklega, þetta er bara svona, hvað er punkturinn sem þú ætlar að segja. Svo allt í einu kemur þessi setningu, herru, ég var að pæla, langaði í frítt lífstílsmat. Hefur einhver lent í að fara í frítt lífstílsmat? Er ég eini sem hefur fengið að falla fyrir því að fara í frítt lífstílsmat? Ok, þannig að það sem gerist þegar þú fá frítt lífstílsmat er að þú ferð inn, svo kemur það einhvern einstakling og þú fattar strax að þú er búinn að lenda í gildru. Og það er því að þú hittir gæja sem er með svona Herbalife-buff í Herbalife-buxum, að borða Herbalife-bar með svona afganga Herbalife-shake í skegginu á sér og þú lappar inn og það er allt fullt af Herbalife-vörum og þú áttaði strax á því að hann var ekki að biðja þig að koma frítt lífstílsmat, hann vil gera það að Herbalife læri sig. Hann vil gera það að fylgja þig Herbalife. Ég veit að Herbalife gerir margt gott en maður lendir í svona að það er búið frítt lífstílsmat og það er gert svona eitthvað lítið lífstílsmat, svo er ofta slæmt með því að þú kaupir kannski einhverjum Herbalife-shake eða annað eins þess að laga lífstílinn. Og svo, þú lappar inn og þú heldur þessu uppganginni eitt en þú veist ekki að það sem hann er raunverulega að gera er að búa til lærisveiningar. Og það sem er eitt svolítið leiðilegt fyrir það í dag er að Herbalife er að standa sig miklu betur en kirkja í dag. Að einhvern trú okkar snýst að við erum að búa til lærisveina og Herbalife er að standa sig betur en kirkja. Ég býst ekki við því að við bjóðum út frítt lífstílsmat og mælum með fólk í kirkju. Það var þetta friðdögum daginn sem var að nota Pokémon Go til þess að laða fólk að inn í kirkjum okkar. En þú veist, við eigum okkar að læra svona verkefni okkar er það sem við sjáum í Matthíusarguðspjalli 28. Og verkefni okkar er þetta, áður en Jesús fer frá lærisveinum sínum, þá segir hann, og Jesús kom til þeirra að tala við þá og sagði, allt er mér, allt vald er mér gefið á heimum í jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá með föðurins, sonarins og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. Sjá, ég er með ykkur alla daga, allt til þetta verður. Þannig að þegar Jesús er að fara, þá er þetta svona markmiðið sem hann er að setja fyrir fólkið sitt. Ekki fara út og gera sunnudagssamkomur eða fara út og gera einhverja samfélagshópa eða koma saman og borða reglulega, heldur að fara út og gera lærisveina. Og hluta því að gerast lærisveinar er að skýrast og rauninni að fara og fylgja því sem hann er búinn að boða sínum lærisveinum að gera. En á meðan Herbalife-seljandinn horfir á einstaklingum og hann segir, ok, þessi einstaklingur, ef hann kemur undir mig og byrjar að selja Herbalife-vörur, ef hann grennist og annað eins, þá geta hann náð heilsunni sinni í lag, hann geti þýrað peninga og við þýrað peninga fyrir mig. Þá er það við sem við horfum á okkar verkefni og við hugsaum, ok, hver er afleiðing okkar verkefni? Ef við stöndum okkur í að gera það sem við erum að gera, sem er að gera lærisvein Jesú Krist, hver er afleiðing okkar? Og það fyrst og fremst með okkur þegar við komum í eilíðina, þá finnum við frelsar okkur og drottinn Jesú Krist sem segir, kom til einu djúpasta þjóð. Það eitt og sér þess virði. En það sem við erum að gera er
er rauninni allt sem við gerum fyrir eilífandi. Ef við ímyndum okkur að mín 80 ár í þessu lífi, en ég fæ 80 ár, er þessi fjastýring og eilífðin er restin af þessu herbyggi. Ég myndi að hversu lítill hluti af þessu herbyggi þessi fjastýring er. Raunveruleikurinn er sá að við lifum oft fyrir 80 ár, eins og það sé það eina til þess að lifa fyrir, að það sem pæla í því að eilífðin er það sem tekur við, það sem 80 ár okkar á jörðinni verður bókstaflega ekki neitt. Það sem eftir 1 milljón ár horfum við tilbaka og hvernig við fyrir að horfa okkar á þessu. En það sem við gerum, það sem við erum að gera þegar við förum út og við gerum það er svona að þá erum við ekki bara að sjá hvernig fólk getur gefið okkur pening, þá erum við ekki bara að sjá hvernig fólk getur lagað heilsulega tímabundið, en við vitum að við stefnum öll á endanum í gröfuna. Heldur erum við með eilífðartrú. En einn daginn þá verðum við lifið að syngja við fram frelsarnar. Einn daginn þá sjáum við og einn daginn þá lifum við í heimi sem er ekki brotin eins og hann er í dag, þar sem hatur ríkir svo auðvitað. Við getum hótt á allt það sem maðurinn er að gera og við getum séð öll lyfjameðferðin sem er að gerast. Það er eins og sonur minn með hvítblæði. Fyrir 50 árum var það dauðadómur. Í dag er það frekar svona erfitt að tækla, en frekar góð leið til að tækla það. Við sjáum alltaf sem maðurinn er að gera sem er gott, en á sama tíma þá er maðurinn einnig mjög góður í að drepa okkur. Við búum í heimi sem er svo augljóslega brotin, þar sem að einu sinni þá er fólk elskað og hlutir notaði til þess að elska fólk, og nú eru hlutir elskaðir og fólk notaði þess að næla sér í meiri hluti. En boðun Páls er ekki að þjálfa fólk í hugmyndafræðilegri visku, heldur umfram það að leiðbeina með lífi sínu. Þannig að við sjáum að hann er ekki bara að segja hlustið á það sem ég er að segja, heldur horfið á lífið mitt. Horfið á hvernig ég lifi, horfið á hvað ég lifi fyrir og fylgir því sem ég ger. Það er ekki boðun einungis kenningar, þetta er svona áhrif kenninga á daglegt líf okkar. Að trú okkar er hægri trú, ef að trú okkar færist ekki út í hvernig við lifum, ef að trú okkar hefur ekki áhrif á ég elska fólk meira, að ég get fyrirgefið betur, að ég get gengið með meiri von í öllum kringumstæðum, þá er trú mín ekki að hafa svo áhrif sem hún á að hafa. Og þá var Da Vinci sem sagði, járnryðgar þegar það er ónotað. Vatn í stöðubóli óhrengast og frýst þegar það kólnar. Eins rænir iðjuleysi í hugan kröftum sínum. Ég held að það sé saman með trú okkar. Að trú okkar er hönnuð til þess að gera. En við segjum trú á Jesú Krist. En við segjum trú á því sem við vorum raunverulega að syngjum á hann. Að Guð almáttugur kom til sköpunar sinnar og bað fyrir þeim sem voru krossfestan fyrirgefa þeim Faðir, þeim veit ekki hvað þeir gera. Og það hefur engin áhrif á hvernig ég elska þá sem að hata mig. Þá er trúin ekki að hafa þau áhrif sem hún á að hafa, sem er hægni. Ef að kenningar okkar vakna ekki til lífs í lifum okkar, í daglegu lífi okkar, þá vaknar trú okkar og eyðilegst. Og reyndar verður við að slæmur hlut út af því að ég stend fyrir framan Guð einn daginn og ég segist trúa öllu þessu. Ég segist trúa því að Guð elskaði mig svona, en þegar ég stend fyrir framan hann, hvað afsökun hef ég til þess að horfa ekki á aðra með betri augum. Við erum dæmt fyrir það að þekkja og vita en ekkert með að gera. Og Páll, hann þykist ekki verið fullkominn þegar hann segir þetta. Hann talar á hans staðar það, af hverju gerir ég þá hluti sem ég langar ekki að gera, af hverju getur ég gert þá hluti sem ég langar að gera. Nánast öll trúarbrögð í heiminum eru saman hvað er gott og hvað er slæmt. Nánast allir eru saman að stela ekki og myrða ekki og annað eins. Af hverju eru svona léleg í að sleppa slæmu hlutunum og góð í að gera það? Þannig að það sem Páll er að segja við það fylgir mér svo lengi sem ég fylgir Kristi. Ég er leiðtogi svo lengi sem ég er leið ykkur að átta Jesú Kristi. Fylgir mér í ófullkomnum minni á meðan ég gerir allt sem í mér til að hlaupa á eftir og leggja hendur á að helgast og líkast Kristi betur. En að gera lærisveina, þú veist, við ímyndum okkar, verkefni okkar að fara út og gera lærisveina, en hvernig lítur það út? Þú veist, á ég að fara að hitta einn gæja veikulega og kalla hann minn Tímóteus eða hvað sem það er að ég ætla að gera það oft svo ótrúlega flókið að gera lærisveina. Það lítur oft út eins og pabbi sem kemur heim eftir vinnu
og ógeðslega þreyttur og eyðir 4-5 tímanum sem hann hefur með börnunum sínum til að gefa allt sem hann hefur til að elska börnunum sín vel. Það ekki að væri svona. Það lítur út eins og heimahópar eða smáhópar þar sem fólk að koma saman og segja, hey, ég brotin manneskja. Ég syngaði á þennan hátt, ég þarf að laga þetta í mínu lífi, eigingirinn mín var að koma aftur, hvað sem það lítur út eins og bara á kaffihús með félaginu sem ekki trú. Beðið fyrir því, ef þetta er það sem ég á, þetta er það sem mesta gildi í öllum mínu lífi, að beðið fyrir því, hvernig get ég ekki gefið öðrum frá mér? Ég verð að segja öðrum frá. Ef ég er unnið vottáverðin, ég get sagt öðrum hvernig á að vinna það. Af hvernig ætti ég ekki að segja það? Þannig að bara að gera læri svo ekki mjög út fyrir að sitja kaffihús og að byrja fyrir því, hvað við gera tækningar til að tala við þig á þess að vera skrítið. Þú veist, annars að vera gæðin sem alltaf að tala ég skildi, þeir eru alltaf höfður svo ég ekki tala það. Og þetta er mjög sóðalega út, eins og við gestum okkur sem í kirkjunni hér við mig, fólk hefur tekið mig til þér og sagt þú hefur ekki hægt að segja þennan hlut eða gera þennan hlut og þegar þú varst ekki að pæla í hinn mannsku. Það sem að foreldrar lappa inn í herbyggi og krökkunum sem þú beðist afsökunar. Að annarkvort foreldrar misti skapið í sig og sýnir krökkunum sem hvernig það er að ekki bara sjá eftir þetta að yfirðast, að sýna að hey, ég ætla að fylgja Kristi, pabbi er ófullkominn en fyrirgefðu mér. Ég ætla að vera að beita mig og ég ætla að fylgja Kristi í öllum sem ég geri. Það sýnist í því að gera læri svona með því að sýna hversu gjafmild við erum. Hvernig við horfum á eigur okkar, er byggt okkar bara til þess að við getum notið þess til þess að geta blessa aðra. Þess að ég bara, þetta er kannski fínt að taka Magdalenu sem dæmi þegar hún var að fara með barnastar, þess að Magdalenu dæmi og íbúrukauð sem bíl var að til Pólans í 2 vikur og gerði þetta hún gaf fólki sem voru hitt í fyrsta skipti þess að hafa í 2 vikur sem var í kirkjun okkar. Horfum við á eigur okkar sem bara eigur til þess að kreista eins mikla gleði úr því og við getum eða sem tækir þess að blessa aðra. Og orð eru kraftmikil. Það er ástæðan fyrir því að fólk er tilbúið að deyja fyrir málfrelsi í sömu stöðu. Það er ástæðan fyrir því að fólk er núna að mótmæla þess að það hafa ekki málfrelsi á sömu stöðu og að hætta lífi sínu fyrir það. Orðin eru stór, orðin eru kraftmikil og þeir skipta miklu máli. En ef það boðskapur okkar, ef það tekur ekki praktíska mynd eða hagnýta mynd í okkar lífi, ef ég segi við fólk, hlusta á hvað ég segi en ekki hvað ég geri, að þá missa orð mín allan kraft. Þá missa orð okkar allan kraft. Ef við ætlum að tala hversu góður Guð er, hversu miskunnsamur og náðaríkur hann er, en ég get engum öðrum sýnt náð eða miskunnsemi, þá skiptir engum máli hvað ég segi. Við verðum að nota okkar orð ekki meira en bara tala Jesú, hann er að hvetja aðra að fylgja okkur meðan við fylgjum Jesú Kristi og heimurinn hann breytist ekki af skoðanum okkar, hann breytist af fórnæðum okkar. Það við sýnum að það er öðruvísi leið til að lifa. Og öll þurfum við að fylgja öðrum sem getur stutt okkur í trúargöngunni. En köllun okkar allra er einn daginn að leyfa öðrum að fylgja okkur. En við getum sagt það sama á Páll, þetta er ekki fyrir einhverju ofurkristna, þetta er ekki fyrir einhverju apóstola, þetta er bókstaflega fyrir alla kristna að geta sagt. Einn daginn þegar ég er búinn að þroskast aðeins í trúnni, hey, fylgdu mér meðan ég fylgjum Kristi. Svo lengi sem ég fylgjum Kristi. Það er ekki bóð að vera bara, það er ekki bóð í kristinni trú að vera barn og andlegri mjólk allt okkar líf. En þetta er einu markmið sem við eigum öll að fæsta. Og þú getur sagt, ég er ekki merkileg manneska, aftur að ég segi við fólk fylgir mér. Þú ætla fyrir fyrsta þá er ekki að segja fylgir mér, en fylgir mér og meðan ég fylgir Kristi, því að þetta er meira en bara fylgir okkur sjálfum. En það var Hudson Taylor sem sagði, Guð leitar af mönnum sem eru nógu miklir til þess að vera nógu miklir til þess að láta Guð nota sig til nýjum spennast. Og það er enginn hér inni. Ef mælistíkur okkar er Guð, ég veit að það sem við eigum til að gerast er að horfa til manneskja sem að við höfum að sína aðeins verri en við okkur við þau. Við hýmum okkur það þegar við stöndum fram fyrir Guð einn daginn að mælistíkar sé Hitler versus Gunnar og Gunni kemst auðvitað til himnaríkis. En meðan við Guð, meðan við fullkominn
almáttugan Guð, þá ekkert eitthvað stórmál. Það enginn hér inni sem eitthvað merkilegur. Það enginn predikari í heiminum sem eitthvað merkilegur með við Guð. Í samanburði við Guð sem við ættum að vera að bera okkur við, þá erum við öll lítil. En þá þökkum við fyrir það að okkar hlutverk ekki að frelsa fólk. Okkar hlutverk ekki að vera frelsari, okkar hlutverk ekki að laga lífsfólk. Okkar hlutverk að vera verkfæri í frelsarsamtökum. Það það sem við erum að gera. Þess að Guð, ég veit ekki, ég hef lítið upp á að bjóða mig við þig. En getur nota mitt líf til þess að vera ljós í lífum samans. Að vera ljós á Íslandi þar sem lífið ljós. Það er svo þið fyndið að verkefni okkar að fara út og gera lærsuna. Og mér líður eins og þessi pappinn að leiða 30 ára krakkanum að laga bíl með sig. Þessi Rita Vætas að laga svona trukka frá hana með sveitir svona risastóra bíla í dagvinnu sinni. En yfir okkur að Vætas sem að veit mjög mikið bíla myndi vera að draga 30 ára krakkan sinn með sér í að laga bíla. Það myndi allir horfa á þessu mynd og hugsa krakkin ekki gerð neitt. Það ekki að laga neitt bíl, það Vætas sem að laga bílinn og hann að leiða krakkanum að taka þátt. Það saga trúar. Það enginn einhver svona stórmenni í kristinni trú. Eins og við tala áður í fyrsta Korinthubréfi. Þetta eru allir í trúna okkar lítilmenni með Guð, en Guð leyfir okkur að taka þátt í sinni sögu. Leyfir okkur að taka þátt í sinni sögu sem að rauninni 30 ára krakkar að fá að hjálpa pappa sem að laga bíl. Þú þarft ekki menntun eða predikunarhæfileika. Þú þarft ekki að kunna forngrísku eða fornhebresku út af því að Biblían er skrifuð á þeim tungumálum. Þú getur gert þetta að vera stærðfræðingur eða smiður. Þú getur gert þetta að vera beklari eða barn. Hvað sem ert, hvort sem þú er ríkur eða fátækur, hvað sem ert, þá fáum við öll að gera þetta. Og ég minnist þess að í byrjunum á Korinthubréfinu, í fyrsta kafla, þá minnir Páll Korinthumennina á bræður, hyggið af kvöldinni. Þeir voru ekki margir vitrir á mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stór ættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn sem heimsku til að gera henni vitri kynrúða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn til að veikleika til að gera henni voldugur kynrúða. Og þið óguðuga í heiminum og þið fyrirsyna hefur Guð útvalið það sem ekkert til þess að gera það yngur þess að heita þér. Þess að enginn maður skuli hrósa sér fyrir Guð. Kirkjan í upphafi fyrir 2000 ára hafði ekkert pólitískt vald. Hafði engan her, fáalæri svona, lítið peninga. Og eftir 300 ára var hann að snúa heiminum við. Og Guðurinn að sýna það sem hann hefði sagt var sagt. Þess að sama þegar mótmælendur komið í Þýskalandi þegar Martin Luther byrjaði og John Calvin og annað eins þar. Þú ert með einn mann á móti veldi. Og það sem Guð sýnir aftur og aftur þegar hann notar veikleika þess að gera magnaða hluti. Magnaða hluti. Það eins og það gerir svo mikið í vakningum. Það gerist þessi hluti þar sem kallast vakningar og magnaðir. Það sem margir komið til trúar á sama tíma og það frekar magnað og ég alltaf að pæla með þessu og biðja fyrir þessu. Og svo byrjaði ég að kanna hvernig vakningar gerðist. Þá gerðist það oftast þegar fólk byrjaði að biðja í kirkjunum. Þegar einhver predikaði orð Guðs og þegar fólk var tilbúið að þjóna. Að fullt af þessum vakningum og stórhlutum þá var kannski einn predikari sem allir myndi eftir. Eins og öll vakningin hefði bara staðið á hans baki út af hans orðum og hvernig hann talaði. Við myndum ekki að sá að það var fullt af fólki í kirkjunni sem við höfum aldrei heyrt um. Við myndum aldrei lesa sögur þær eða bækur þær, en þetta var fólk sem elskaði Guð, elskaði fólk og fór trúfastlega og lifði sínu lífi. Og það var það sem vakningar voru byggðar á fólki sem var trúfast, sem við myndum aldrei heyra. Og hvað það sem styrkir kirkjuna? Það sem styrkir kirkjuna er Guð og hvernig Guð styrkir kirkjuna sína er að gefa fólki gjafir inn í kirkjuna. Þessu sem það eins og hann lappar henni inn og það allt í henni bara leiður með þessu tónlist eða hljóðfæri á bílur sem lappandi inn og bókstaflega vikunni eftir tilbúin að
að þjóna það að. Við höfum öll, eins og Friðberg dæmum alltaf á sunnudögum að bíða. Það sem Guð gerir, þegar hann styrkir sér í kirkjur, hann gefur fólk sem er gjafir til þess að byggja frá því. Þannig hefur trúfast venjulegt fólk sem enginn hefur heyrt um spilað lykilhlutverk í vakningum út allan heim. Fá að sjá þau og þeirra verk eða heyra þau og þeirra verk en kirkjan þeirra blessuð og sterkar af Guði. Að segja fylgið mér á meðan ég fylgi Kristi er ekki fyrir professional kristna. Það er ekki fyrir þá sem vinna í kirkjunni. Þetta er bókstaflega fyrir alla kristna að geta sagt fylgið mér á meðan við erum eftirfylgjum dýran en við erum eftirfylgjum Krist. Fyrir okkur öll í leikluðum okkar að játa, ég er ekki fullkominn. Hjónaband mitt er ekki fullkominn en ég er að læra það, þú getur lært með mér. Þú getur lært með mér. Það er í apokryfum katólska kirkjan aðeins fleiri bækur í Biblíunni heldur við erum með að það er eins viskubók sem heitir Síraksbók í apokryfuritunum. Og í einu versi þar segir sá er betri maður er hylur heimsku sína en hinn er leynir visku sína. Sá er betri maður er hylur heimsku sína en hinn er leynir visku sína. Þannig í dag, hvað visku hefur þú að geyma fyrir þá kirkju sem þú ert það sem þú ert? Þú ert á Íslandi eða þú ert að fara aftur til Þýskalands í þína kirkju eða hvað sem er. Hvaða visku höfum við að gefa okkar kirkju? Hvernig get ég byggt upp mína kirkju? Við getum ekki hjálpað öllum, við getum ekki breytt heiminum, við getum hjálpað einnig mannesku. Með Guðs náð getum við hjálpað nokkur með það. Maður leggur niður fræ sem verður að tré. Og hann leggur þessi niður fræ og veit ekki hvort að veðurástandið sé til stað til þess að það verði að tré eða góðu tré. En svo kemur hann tilbaka nokkrum árum seinna þá sér hann að tréð er búið að vaxa og dafna og tréð er byrjað að gera hann sér fleiri fræ og vindurinn er búin að dreifa fræðina og allt og allt hérna til skóla. Raunveruleikinn sá að ef þú ert trúfastur, ef þú elskar vel og ferð út og elskar fólk og gerir það svona, þú myndir þú aldrei fatta raunverulega hver áherslutin er. Þannig að þú getur heimavöndir mamma okkar núna og aðalinn sem þú ert að þjóna eru börnin þín. Og þú getur sagt, ég er að gera svo ótrúlega lítið fyrir Guðs ríki en það þú veist ekkert. Þú veist ekkert hvaða áhrif þín erfið er að hafa. Við að svara spurningunum sem kakkinu er komin með eða hvað sem það er. Það er trúfastur í að sinna því hlutverki sem ég er. Við höfum enga hugmynd hvað það fræði að það gera. Hvað vöxturinn á að vera, hvernig margfaldurinn á að vera. Og veistu þú veit, lesum við Markusarguðspjalli þar sem hann tala hvernig á ég að lýsa himnaríkinu. Það er eins og lítið fræ, mustarskot sem er sáð. Það er pinkulítið fræ, en það vex og það dafnar og það verður svo stóru tré að fuglar heimins geta komið og fyrir hreyfir út. Eitthvað sem lítur svo ótrúlega lítið út. Að þú ákveður núna bara að elska eina mannesku sem er ótrúlega erfitt að elska. Þú að halda áfram að vera góður eiginkona eða að vera góður eiginmaður og þetta er lífið fyrir maka. Að vera góð í að þrátt fyrir að vera ógeðslega þreyttur og koma aftur heim og reyna að gefa allt sem þú hefur fyrir krakkana hérna og þegar þú veist að koma eftir 3-4 tíma og það er að sofa. Það lítur ótrúlega lítið út en Jesús Kristur er að segja okkur að himnaríkið lítið þannig eins og mustarskot sem verður svo tré. En eitt verður að gerast að auðvitað verður að fara sjálf okkur og vera beinast að þau. Við verðum að koma til aðra og við verðum að vera að elska aðra og Abraham Lincoln sagði sá hefur rétt til að gagnrýna aðra sem á hjarta til að hjálpa. Svona gagnrýni sjálf sér ekki slæm. En það sem við verðum að gera er að við bjóðum gagnrýni þegar við komum að hjálpa þeim sem við gagnrýna. En þú segir ég er náttúrulega að hjálpa sjálfur. Ég veit ekki hvernig ósköpunum ég á að hjálpa öðrum. Ég vil segja að því að segja frá og sína með lífinu þörf þín á Kristi. Það er eitthvað sem við getum öll gert. Við höfum öll þörf á Kristi. Þú þarft ekki, ef þú vilt segja það að vera eftirbreytið mínu eins og ég er eftirbreytið Kristi, þá þarft ekki að vera stúkast með mér. Þú þarft bara að sína á þessu broti. En í brotum lífið þínu þá er það að segja við notar það brot mín sem gerir þig tíma.
elska vel, það er erfitt. Það sem við gerum, vitleysið sem við gerum er að við drefum upp í skuggan þegar við ráðast á hann. Við komum úr í ljósið. Það er eina sem við erum að gera, er að við erum að leyfa þeim eftir okkur það sem við nálgumst ljósið. Það er eina. Synd okkar er einkenni af stærri sjúkdómi sem er við. Við erum brotin, heiminn okkar er brotin. Við erum ekki að ráðast í hegðunarbreytingu, heldur sálar ummyndum okkar og annar. Ég vil ekki bara ávöxtur trúar okkar eru ástíð til annara og annað eins. Þú leiðir þá sem fylgja þeirri ljósi sem er Kristur til lífsins, sem er Kristur til vegarins sem er Kristur. Það er einu sem við gerum. Í aðstæðan þar sem einhver kemur til og segir, hei, ég er að díla með þunglindi eða sjálfsumhugsanir, þá er eina pælingin bókstaflega fyrir þess að Kristna er hvernig tala ég fagnaðinni úr þessum aðstæðum. En það er ekki rocket scientist til að fatta hvernig á að koma fólki og þér með ljósum. Og nú er það að spyrja hvernig er kringum mig sem sjá dýr Guðs betur út af því að ég er lífið. Og fyrir mörg okkar þá kannski lífið nöfn sem hoppið. Þá kannski önnur spurning sem spyrja okkur hver er í kringum mig sem ég geti leitt að sjá dýr Guðs betur. Í gegnum samskiptum. Hver eru það kringum mig sem að Guð hefur látið inn í líf sem ég get reynt að lifa og beina þeim að dýr Guðs. Kannski ert þú ekki að fylgja einhverjum en sá aðeins fóttið ekki að fylgja Kristi. Það er einn rússneskur máltæk sem segir ef þú leggst fyrir hjá hundum þá myndir rísa á fætur með flær. Að við byrjum að umbreytast í þá sem að við umbreytumst. Þannig að kannski spurningin fyrir í dag þegar Kristinn er hverjum er ég að fylgja? Ég held þessum öll að fylgja ykkur. Þess að þegar einhvern kemur til mér og spyrja ætti ég að andlega, ætti ég að tilbiðja Guð? Spurningin er ekki hvort þú ætlar að tilbiðja Guð, heldur hvað þú ætlar að tilbiðja. Við erum öll tilbiðjandi verur. Við tilbiðjum allt einhverju Guð í lífum. Það bara fyrir nokkrum er það peningar, fyrir öðrum er það ég er sjálfur minn eigin Guð og ég ætla að tilbiðja mig sem minn eigin Guð, tilbúin að leyfa öðrum að þjást fyrir mína hamingju. Spurningin okkar er ekki hvort við ætlum að tilbiðja einhverju Guð, heldur hvaða Guð við ætlum að tilbiðja. Hvernig erum við því? Það getur verið að það sé ekki einhver persóna, einhver Jón út í bæ sem ég er fylgju og ég væri sem hans hvað ég að horfa á. Það er sjónvarpsefni sem ég horfa á að segja mér lífið. Það er sjónvarpsefni sem ég horfa á að segja mér hvar hamingja mín liggur og annað eins. Hver er að gera lærisveinum? Það er alltaf ykkur að gera lærisveinum. Margir hafði ekki orðið vitur þegar hann ekki haldið sig vel á það orðin það fyrir. Þú ert hér inni og byrðið þér, snúðu þér. Verð ekki of stoltur til að fá oss til henni visku sem leiðir til eins lífs. Og þegar þú leiðir, þá lærðu það mistökum sem ég er. Ég er til dæmis ástæða fyrir þeim gjöfum sem Guð hefur gefið þér er ekki einungis til þess að þú getur notað þetta. Til þess að þú getur látið þjónustu í þér. Ekki bara svo að þú getur verið góður kennari, en til þess að þú getur hjálpað öðrum að vera góður kennari. Ekki bara svo að þú getur verið gestleysir, en til þess að þú getur sýnt öðrum hvernig á að vera gestleysir. Það er eitthvað sem ég hef gert mjög illa. Og ég veit að ég er mjög lélegur í að leggja þjónustu í þér, ég er mjög lélegur að leyfa öðrum að sjá þetta og það er oft auðvitað að gera sjálf. Og einhvern tekið eftir því. Og hvað er auðvitað að gera? Já, ég veit hvernig á að gera þetta. Ég ger það svona. En það sem við erum að gera sem kristið fólk er ekki bara að gera allt sjálf. Það er að leyfa öðrum að fylgja Kristi með á. Við erum að bara fókusa á seinni partinn af þessum okkar sem er þú ert ekki að segja bara verið eftirbreytendur mín. Þú ert að segja með lífinu að þú ert kristinn þá áttu að segja verið eftirbreytendur mínir eins og ég er eftirbreytendur Krist. Þannig að við erum ekki bara að byrja fólk með eftir okkur, við erum að byrja fólk með eftir okkur meðan við eftir Krist
Þannig að þú ert ekki boðberinn, þú ert ekki að búa til boðskapinn, þú þarft ekki að laga líf fólks, þú þarft að vera opinn boðberinn. Að koma með þann boðskap sem er nú þegar fyrir framan. Fyrir þann sem að díla við egoið sitt á gott að muna. Og fyrir þann fyrir þann sem er stressaður fyrir þessu verkefni. Ef þú ert að segja, ég get aldrei sagt fyrir eftirbreytni í lífið. Og myndi bara, það endar ekki það eftir að meðan þú ert eftirbreytni í Krist. Þú þarf ekki að koma með boðskapinn. Þú þarf ekki að laga líf. Það er Guð sem gerir það. Það er eina sem við erum að gera að fylgja Kristi og hefa öðrum fyrir okkur meðan við gerum það. Að gera boðskapinn, sína fólki, það er lagið á boðskapinn. Það er það sem við erum. Við lifum í brotnum heimi, allt er ekki eins og það á að vera. En við erum búin í heimi þar sem enginn er viðurkenna. Það er tryggjandi. Það er allir að reyna að líta út fyrir að vera fullkomnir. Tískublöðin snúast um þetta, fötin snúast um þetta. Við erum búin í samfélagi það sem er svo augljóst að við búum í brotnum heimi. En það vil enginn viðurkenna. Þannig að getur verið að það er þessi eitthvað svo stórt skref að eins og þessum að gera það eins. Viðurkenna, ég er brotinn manneskja. Fylgir mér en ég minni sjálf mig á það og leitast í annan sem er ekki brotinn, sem getur leitt mig. Þetta er ekki að frelsa, þetta er að vera verkfæri í höndum frelsans. Þetta er ekki að koma með boðskap, þetta er að vera boðberi. Þetta er ekki að breyta lífum, þetta er að vera Guði að mynda sálum. Okkar er að standa á, það er að lesa bara í endan, Jesaja 55. Með mörgum þessi þrjú vers, vers 10-13. Það sem að tala Guð að segja hvað orð hans gerir. Það er hans orð sem gefur líf. Það eina sem við þurfum að gera við höfum umbreyta lífum er að standa på þessu orð og segja hei, ég er þessum Guði sagt, leiðu þessu fram í sáleina og vögfóðin eins og hann nefnir í Jesaja 55. Við lesum frá 10-13. Við eins og regn og snjó fellur að inn og ofan og ferður í þangað aftur. Fyrir það hefur fljótt á jörðina, gjört hann að frjósama og bróðandi og gefið sálmannum sæli og brauð þeim eta. Eins er því farið með mitt orð. Það er útvíkur af mínum munni. Það hverfur ekki aftur til mín, við svo búin. Eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem ég vel líkar. Og komið því til vegar er ég fór því að framkvæmta. Já, með gleði skulu þeir fara út og í friði burt leiti hraða. Fjöll og hálsar skulu hefja upp fagnaðarsöng fyrir ykkur og öll tré merkurinn að klappa lof í lofa. Það sem áður voru þyrnurinnar muni kíkursviðir vaksa og það sem áður var lín mun líftursviðir vaksa. Þetta mun verða dómins til lofs og eilífs minningarmarks sem aldrei mun afmá verða. Þannig að eins og við segja þarna ef að orð mitt fer út í eilífmörk þá byrjar að vaksa skógur. Það eina sem við þurfum að gera er að standa á bóðunum sem Guð gefur okkur og þannig. Þessan er ekki að þér. En það segir að fólk er eftirbreytni mínum en ég er eftirbreytni Krist. Þannig að það sem við gerum hverju viku er með brauðspröngum og það sem við erum að gera til smá er að syngja eitt lag það sem við syngjum alls saman hver Guð er. En á meðan laginu stendur þá langar mig að ef þú ert kristinn hér inni að þú segir hvernig vika mín búin að vera að ég er búin að lifa Kristi líðar en þegar aðrir geta sagt mér verið með mér í því að ég sé verið kristinn og er búin að lifa hann. En það sem er magna við þetta er að hver sem ég getur orðið kristinn. Að það er ekki einhver leyniformúla. Það er rauninni að það eitt að segja að Jesús Kristur ég trúi því einn dag þegar ég stend fyrir frá Guð og þá get ég ekki komið með mín einverk og þegar jafnveg þó ég hef gert góða hluti þá hef ég gert mjög slæman hluti. Jafnveg þó ég hef hjálpað öðrum þá hef ég verið eigingjarn og annað eins. Þannig að það sem ég er að segja er Jesús Kristur, þú ert minn drottinn og þú ert minn frelsari. Þannig að það sem ég gerum er að þegar ef þú ert kristinn að við byggjum fyrir því og hvað er það sem ég þarf að laga. Kannski er það þetta, kannski er það, ég er ekki búin að segja neinum á fylgjum, ég er ekki búin að segja neinum að elta mig á meðan ég ekki Krist. En það sem við gerum er að byggjum Guð, heila andunum, við gefum styrk þess að gera, þess að lifa fyrir dýrar og svo komum við og fáum
okkur saman og við fáum okkur brotið brauð til þess að minnast þess að blóð Jesú Krist sem rann fyrir okkur á krossinum og brotið brauðið veitir á líkama hans sem var brotið fyrir okkur. Einn dag þegar ég stend fyrir framan Guð, þá var það ekki á mínu góðverk sem ég bendi á að ég var svo góð manneska að hlýtur að lifa að vera komast inn í herringi. Þetta bendi á það sem Jesús Kristur gerði. Þrátt fyrir að hann var syndlaus og geitt okkur, þá dó hann eins og syndugur maður fyrir mig. Það von okkar þegar við stendum fyrir framan Guði að Kristi. Þannig að ef þú er Kristinn endur að komið, ef þú er gerast Kristinn, þá er það bara þetta. Jesús Kristur, við trúum að þú sé frelsarinn og dóttinn. Og ef þú gerir það í dag, þá er það velkomin að koma og fá brauðspörnum með okkur. Ef þú ert ekki Kristinn, þá er ekki málið að sitja hjá. Það er ekki vandræður. En við skulum byrja saman og svo syngja saman og koma og taka saman. Það er að hjálpa okkur að segja það að fólk fylgir með Jesús Kristi. Það sem við erum ófullkominn, það sem svo augljóst að við stöndum okkar ekki og við megum ekki vera feimnir við það að sýna heiminum sem þykist vera fullkominn, sem þykist ekki vera brotinn. Að við getum staðið og við getum sagt ég er brotinn, ég er ófullkominn. Að við getum sagt að fólk fylgir mér en ekki þegar ég er fullkominn, heldur þegar ég er að fylgja einhverjum sem er meira en Jesús Kristur. Drottinn, ég byrjum að okkur styrk, böðum Drottinn að þú breytir ekki bara hegðun okkar. Þú umbreytir hjörtum okkur á sálum. Þannig að þið hjálpa okkur að þegar við horfum á kross þín, þegar við minnumst þess að líka með þinn og brotin í okkar stað, að þú, Guð, komst í sköpunum þinnar og sköpun þín sagði nei. Drottinn, megum við finna auðveldara að elska þá sem ég hata okkur. Megum við finna það auðveldara að sína miskunn þeim sem er erfitt að sína miskunn, að elska þá sem er erfitt að elska. Þegar við minnumst þess að þú elskaði okkur þegar við vorum óvinnir. Að þegar ég í lífi mínu og orðinu var að segja að það var ekkert Guð að hafa, þá komst þú eftir mér og þú elskaði mig. Þegar maður er Kristinn hér í dag þegar maður sá okkur allir. Þú elskaði okkur í brotum okkar og þú gerði okkur heil. Ég bið þig, Drottinn. Gefðu okkur visku þegar við hittum annað brotið fólk hvernig við eigum að koma og fagna þér í þær aðstæður. Hvernig við getum gefið von sem er umfram allar aðstæður sem við finnum okkur í. Jafnvel þegar við erum að fagna því að allt gengur vel eða syrgja það að við höfum mist einstaklega í kringum okkur. Við eigum alltaf að von umfram aðstæður það að þú ert búinn að gera það. Líka að finna brotin og blóð þitt rann og það er búið og gert. Að von okkur er byggð á því sem þú hefur gert fyrir okkur. Hjálpa okkur að vera öðruvísi fólk í þessu heila nafni. Amen. Say
heila þeirra sáðaðing, heila þeirra brauði drottinir, það sem heila þeirra minnist þess að þú hefur gert þetta fyrir okkur. Eftir að þegar við áttum yngar von, þá hefur þú gefið okkur von, þegar við gáttum ekki frelsa okkur sjálf, þá hefur þú frelsað okkur. Þannig ég byrði að trú, ég vera hafði trú. Við hefur ekkert að tala hvað þú hefur gert, meira að áhrif okkur við lifum okkar lífi, við hefur elskað meira fyrir vikið, við hefur gefa meira fyrir vikið, við hefur horfa á aðra meira fyrir vikið, því að þú horfir á aðra okkur. Því að þú elskaði mér, þannig við elskað mér. Ég byrði að hjálpa okkur að læsa og finna, ég byrði að hjálpa okkur að gera læsa. Við mögum sína með líka okkar, hver gottin okkar er. Það með ekki bara heyra svo orðum okkar, en það sjást með öllu líf okkar. Þú ert miðpunktur vonar okkar. Þú ert miðpunktur gleði okkar. Sama tíma á minnstu þess einn daginn, þá mögum við snakka á vinninn með þér í einu. Einn daginn þá verður heimurinn okkar ekki brotin. Einn daginn þá verður með þér sem skapar okkar. Það er ekkert sem brúar það sem býr til bil þá á nýttum. Einn daginn þá sjáum við auðvitað til auðvitaðs. Ég þakka þér þá. Í Jesú nafni. Amen. This is my revelation, Christ Jesus crucified. Salvation through repentance at the cross on which He died. Now hear my absolution. Forgiveness for my sin. I sleep beneath the waters that Christ was buried in. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him,
eftir á, það er til að Instagram það samt að það er svona skipti og það er ekki snart að samverðum til að bara enda taka eftir að koma og þeir sem var aftur til þeirra sem náður að komast en það skilur hverju sem stegið svo. Guð bless you.
Good to see you. The Alps? It's just like
We just surveillance. How are you doing? I started. I get like anxiety. Yeah. There's no pressure. I know, especially when everyone speaks English. Really? Are you getting my understanding? So we're talking about you all say that actually you want to do house next week. Oh, okay. Everything just like Holly, are you cold? Is it really cold here? It is? For us. I don't think that works. Yeah. I'll turn this on. Oh, you can be me. Like, wow, we should get some out. Really? Wait, are you eating more in this? You're really good. Getting insulation? Yeah? How is it? I mean, I guess it's similar to New Jersey. Well, maybe I can just send you a Facebook message with all three of us. Really? Really? For what? Wait, you play games? Really? About what games? That is great. I was playing Counter-Strike when I was like 1.6. I literally spent well, that way, now so that when we get the sound system on well, someone gave us a projector to the office, and at church that and so we'll have to, it's fun. Wait, is that even for your internet? Ég er ekki svo hæstir þessu sko, ég er ekki satt. Já, ég fann alveg eldur, það var bara að gera. Do you understand what I said? Catherine er bara að byggja eitthvað eftir.
Just say no if you're wrong.